mættur, já, maður þjóðarinnar heldur ég, Hauður Blöndal mættur líka. FM 95 Blöð heilsar ykkur þennan 5. daginn, það 7. mars og þetta pínuhjöfið með þessa kynningu. Ég minnst það áður. Já. Það bara sagt bjóðið hann velkominn, mann þjóðarinn, við erum tveirinn í stúdíun. Já, en pínu svona, ég geta að segja að takið vel á móti Auða Blöð og manni þjóðarinnar. Jú, það væri alveg hægt. Vilt það ekki? Nei, ekki þannig sko. Nei. En hvernig heyrist í mér í svona nýja mæk hérna? Það heyrist bara mjög vel í þér. Okay. Já, bara fanta vel. Ég heyri nefnilega ekkert í sjálfum mér. Nei, en ég heyri þér og hlustendur heyri þér. Ljómandi. Og ég bara býð ykkur velkomin. Já, velkomin heimöndi minn. Já, takk fyrir það. Hvernig var að lenda í gær í þessu veðri sem var hérna? Á Vibbi. Hristist vélinn og það var líka bara erfitt með að komast inn til mín heima. Það var búið að snjóa svo rosalega. Ok, mér fannst reyndar þetta veður var aðeins ofpeppa sko. Já, þetta bara sem að við kallum miðvikudag fyrir norðan sko. Þú átt að því að ég kem beint úr sveitinni og ég hef alveg séð svona veður að það sko. Já, mér fannst það, ég náttúrulega kannski býið við þeim luxus að vera á jeppa. Já. Þannig að fyrir mig var þetta bara, þú veist, a fun day. Já, varst að draga fólk og svona allan bæ? Ekki út allan bæ. Ég var bara litlu svæði, ég var hann í Vesturbæ Kópavogs og var að draga fólk sem var að festast og eitthvað. Já, varst þú ekki fengið til að keyra bæinn og gefa börnum að borða sem voru að, bara svelta í hel í bílunum? Nei. Þú veist hvað, þegar ég sat á flugvöllunum út í Manchester, þá hugsaði ég með mér bara, hvað í gangi heima? Þá voru bara fréttir eins og fólk bara ekki sækja börnin ykkar í skólan, lögreglan fer með mat til sveltandi barna í bíl og ég held að fyrir Íslendingar sem eru búsettir erlendis þá var það hugsa bara með þessu, what the F er í gangi? En þá áttaði það sig á því, sko, ég var bera ofan þegar að veðrið var sem S, sko. Já, þetta var svolítið ofpeppað. Já. Það voru líka fréttamenn að taka Já, ef við ekki reyna að heyri í Þorbjörn á eftir. Já, Þorbjörn, sko, það var eins og verið heimsendri á honum. Já. Og ég hugsa oft með mig þegar ég sé fréttamenn með svona fréttamenn, sko, eins og hann var með hann í gær, þar sem hann bara, já, það allt vitlaust. Ég held að hann vilji fjúka. Ég held að hann vilji bara taka þá loft og... Þetta samt alveg, sko, þekkt í fréttamannabransanum, sko. Já. Ómar Ragnarsson gerði þetta oft, það var eitthvað að standa í sem vondu veðri eins og hann gat, sko. Í staðinn fyrir að fara kannski svona hliðin á bílnum og standa í skjóli og segja bara, herru, það skíta veður hérna. Þá vildi hann helst bara vera í öllum storminum bara á... Einhvern tímann var hvað hétt hann á Akureyri í gamla dagar, Gísli Einarsson? Nei, eitthvað svo leis. Það var svo mikill snjór, þannig að hann hélt svona utanum, sko, efsta hlutan af ljósastur. Já, ok, það alvörum. Já, þannig að þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað veðurfrétti, þá gera þær ekki inni. Nei. Þú verður að taka þetta út í vindinum og láta mækinn taka vindin og... Fá smá rugl í þetta. Já. Ég sammála því, en við erum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að fá Auðun Guðrúnarsson hérna á eftir og hann ætlar að láta Veðurstofu Ísland heyra. Já, það er komið tíminn til þess. Já, það fínt að það sé ekki bara væli mér, heldur allar Auðun að hringja í Veðurstofuna. Við erum með sturlaða staðrindar á sínum stað, enginn segir, tökum við. Það er flottilega-keppnin og það eru rosalega reglur núna í flottilega-keppninni. Já. Við komum betur inn á það hér á eftir. Það er rándýr þema í dag. Kitty Mag, það er aldrei að vita við heyrum í henni. Okay. Og hún vist nefnilega gríðal hrifin af einu sjónvarpsþætti sem að byrja á Pop TV í kvöld. Og það er einmitt þátturinn Tale Plus 6 og þau ætla að kíkja hérna heimsókn til okkar, þau Sunneva og Veigar. Það er þáttur kynlíf. Já, hvorki meira en minna. Myndið þú vilja gera sjónvarpsþátt kynlíf, Auðun? Myndi ég? Já, myndir þú hafa pungið það? Nei, ég veit það ekki. Þú ert þú mikið tebra til þess að taka þátt í þessu? Já, er það ekki. Ég var alveg hreinskilinn. En samkvæmt fréttum og þá voru þau að horfa á fólk bara í BDSM-rugli og eitthvað. Já. Þannig að það verður áhugavert að ræða við þau hér á eftir. Bara hvað er að fara að eiga sér stað í þessu þáttum? Þau voru að horfa á þetta. Mættu þau þá bara sem, sko... Ég veit ekki. Eru stúkur hérna eða? Getum við ekki að horfa? Já, hvernig virkar þetta allt saman? Ert þú þannig? Ert þú mikið fyrir að láta fólk horfa eða er það bara þeir sem eru með? Er þetta eitthvað ruglaður eða? Ég er að spurja þig. Það er bara já eða nei. Hvort ég sé mikið fyrir að láta fólk horfa á mig þegar ég á stund að kynlíf? Já. Nei, ég reyna að sleppa þig. Ég er að spurja þig. Já. Það er ekki verið að reiður út um mig. Nei, mér finnst það bara svo skrítið spurning. An honest question needs an honest answer. Já, en þú ert í því? Ekki lengur. Að heyra á eftir í The Motivational Speaker Hjörvari Hafliðasinni. Og, veitu hvað, nútastu, nei, það heyrist ekki þessu mæk. Já, það er þarna mæk, svona smaðan. Já. Aðnertu, já, og við glemdum að tísa hann í byrjuð þáttar. Þannig að hann mun líka koma með svona, já,
visku fyrir hlustendur, þannig að ekki missa því. About time, smá wisdom. En það komið að slúðri, ertu til í slúður, Hjörvar? Veistu reyndar að ég ekki mjög hrifinn af slúðri. Nei. Þú veist, ég með eina reglu í lífinu. Þú vilt ekki að fólk slúðri aðra? Nei, ekki tala fólk. Talaði við það. Það svona eina af mínum svona gullnu reglum. Ég fer yfir þetta allt eftir í my motivational speaking. Já. En ég að vinna svolítið sem life coach núna. Já, og gengur vel, ekki? Gengur hrikalega vel. Já, það nóg að gera. Brjálað að gera. Ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber, en það allt brjálað út af þessum, úrling sem að gera allt vitlaust í London. Hann þar að halda tónleika, nema hann lét, foreldra og börn bíða í hvorki meira en minna en 2 klukkutíma á tónleiku núna. Og það allt brjálað út af þessu, en þetta var vist bara kærleysi. Hann fekk einhver frekjukast áður en átt að fara á sviðið. Og nefndi ekki upp á svið strax og það var hellingur af foreldrinu sem þurfti að fara heim með börnin sín áður en tónleika þeir byrjuðu og ansi margir sem þurfti að koma börnunum sínum heim áður en tónleika þeir voru búinir. Ég ránað með Bieberinn hann nennir ekki lengur að sinna þessum smábarnahópi. Já, þetta bara hans markhópur. Já, ég meina þá bara vinna að færa sér nýjan, hann það góður að búa til tónlist að ef hann nennir þessum markhópi ekki, fæ bara nýjan markhóp. Já, þú getur ekki verið að hrósa manninu fyrir þetta þegar að fara heim börn grátandi því að sjá ekki góðu sitt. Meina, ef Justin Bieber góður þá bara eitthvað að uppeldinu sko. Þetta er bara krakkar hér. Hvað þetta gamli krakkar? Það veit ég ekki með staðfesta tölur hérna. Nei, þú verður aðeins að gera smá background check áður og nú ferði í þessu fréttir sko. Já, það var bara fullt af fólki sem labba út. Það var komið tími til að það væri einhver smá stjörnustælari sem gæja. Já. Það allt og næs. Hann búinn að vera allt og fullkominn, mennurum. Já, hann bara, þú veist, hvað? En hann endaði í einhverju partíi því að það var verið að beði fyrir utan hótelið sem hann gistir á. Það sem að foreldrar og aðrir voru alveg brjálaðir en hann lét ekki sjá sig fyrir 4:30 nóttina og þá voru örfáir eftir. Nákvæða að kíkja bara eitthvað partí, kallinn. Ég ránaði með hann. Bieberinn nefnilega tölvöld harðar en fólk heldur. Já. Herðu, en það var eitthvað íslensk stelpa sem fekk að sofa hjá honum, ekki? Nei. Hvað? Ég var ekki búinn að heyra þetta. Hvað að hún hitt hann bara og grét í klukkutíma? Ok. Vá, frábært. Já, gaman að hitta hann. Volandi harður, minna, þetta fullt af Justin Bieber aðdándum. Nei, já, ég víst að þetta var eitthvað frétt og ég held ég að það var eitthvað alvöru, sko. Já, bara hitt hann í klukkutíma, hitt hann og hágrét í klukkutíma, stendur í fréttablaðinu. Svo það næsta slúður en vinkon okkar Jennifer Aniston, hún að fara að gifta sig og það búið að spyrjast út, hann heitir Justin Theroux. Jennifer Aniston, hefur hún gert eitthvað fyrir þig? Gert eitthvað fyrir mig, hvað meina? Ger hún eitthvað fyrir þig? Já, mér finnst hún, ekta, svona kona sem að, ég var alveg til að giftast Jennifer Aniston þegar hún jafn skemmtileg og ég held að hún sé. Ég var alltaf tím Jennifer í Jolie-röglinu. Þú veist að ég tím Angelina Jolie. Það kemur ekkert óvart. Þú ert þannig típa, það kemur ekkert óvart að þú hefur verið tím Jolie, menn ég svona góðustrákur, þá erst þú að bad boy. Já, ég að vinna í með bad boy image. Já. Var einmitt að downloada einhverju ólulegu bara rétt á. Já, þú varst reyndar að hvetja mig daginn að fara að vinna meira í my bad boy image. Já, til dæmis að sturta ekki niður og fara á klóstið. Það bara ógeðslegt. Ég veit en það samt að vinna í your bad boy image. Já, ok, ég skal skoða. Hún hefur að gifta sig og það búið að leka út að þetta brúðkaup verður á Hawaii. Þannig að þetta verður ræðislegt og það verða stjörnur þarna eins og Courtney Cox og veistu hver svaramaður hans? Courtney Cox? Nei, hans. Veistu hver svaramaður Justin Theroux? Brad Pitt. Ben Stiller. Brad Pitt, fyrirvændi maðurinn. Ég veit ekki, ég held að það væri eitthvað rosa frétta. Já, mér finnst það frétta enda Ben Stiller sér besti vinna hans. Og svo í lokin þá David Beckham búinn að segja við fjölmiðla í Frakklandi að hann á bæði klofið og rassinn í HM-auglýsingunni. Á hann bæði klofið og rassinn í hérna? Já, það var engin staðgengil fenginn og hann á þetta allt saman. Jeremy Clarkson ætlar aldrei aftur til Ástralíu. Ok. En það er svo sem með skemmtilegustu bíla þetta í heimi. Já, það eru frábærir, já. Kim Kardashian þurfti að fara hérna til læknis. Nú okkur? Pregnancy scared. Já, ok, en já, það var alltaf læg neðan, ég sá þetta. Hún þarf að hætta að æfa. Já, ég sá þetta. Ég var búinn að sjá þetta. Hvernig fannst þér þetta hjá mér? Mér finnst þetta bara fínt innlegg hér. Ertu með eitthvað innlent slúður? Já, Frikki Dór að verða pappi. Frikki Dór að verða pappi? Já, það innlent slúður. Jú, þannig að nú báðir að verða pappar, Frikki Dór og Jón Jónsson. Alltaf gerast hjá þessari fullkonu fjölskyldu. Þetta ekki fullkonu fjölskylda. Víst. Nei, á hvað segir það? Mér finnst það. Já, þér finnst það, þú þekkir það ekki. Nei. Þetta er rosalega góðu strákar. Já, en er eitthvað sem þú veist sem ég veit ekki? Nei, en það er ekkert fullkomið í þessu lífi. Nei, þú veist alveg hvað ég meina. Já, en þú mátt ekki gera lítið úr sjálfum þig með að tala um alltaf annað hjá öðrum sem fullkomið. Ég er fullkomin líka. Nei, þú ert ekki fullkomin. Nei, ok, það er engin fullkomin hér.
en þetta eru bara, veist, 2 drengir sem að virðist allt vera að ganga upp í þeim og óska þeim til hamingju með það. Já, sömuleiðis. Við ætlum að fara hér í auglýsingar. Svo er það, Auðun Guðrúnarsson sem ætlar að hringja í Veðurstofu Íslands. Já. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtækjavíkunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11, Maltasess á 399 krónur, React orkudrykkur á 119 krónur, Mountain Dew 33 centilítra á 99 krónur, Floridana virkni 33 centilítra á 199 krónur, 10.11, fljótlegt og þægilegt. Hvað langar þig að verða þegar þú ert orðinn stór? Ekki fá valkvíða. Komdu á háskóladaginn og kynntu þér námið og félagslífið. Kiriyama Family og Ilja taka lagið og Sirkus Ísland svífur loftið. Háskóladagurinn er 9. mars klukkan 12 til 16 í Háskólanum í Reykjavík. Búist við 3,4 milljörðum í Eurojackpot á föstudag. Gengur á með milljónum, jafnvel milljörðum ákaflum. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Sunnudag á Stöð 2. Mr. Selfridge, vinsælasta sjónvarpsþáttaröð í Bretlandi þessar mundir. Jeremy Piven fer á kostum sem frumkvöðlinn Harry Gordon Selfridge, maðurinn sem breytti verslunarsögunni. You are in at the beginning of something amazing. Mr. Selfridge, fyrsti þáttur sunnudag klukkan 20:05. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. Tryggður áskrift í síma 512-5100 eða bara inn á stöð2.is. Bring the world to Selfridges. Úrslitin í símabikarnum helgina. Fylgstu með Instagram helgina og njóttu handboltaveislunar með símanum. Lemon opnar klukkan 7 í fyrramálið. Lemon, Suðurlandsbraut 4. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. It was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Magnúmor hér með Thrift Shop. Það segja hvað komur óvart. Komur óvart með þetta lag. Hvað? Þegar þú heyrir eitthvað svona lög, þá ertu búin að svona einhvern veginn gera þér á þess að vita upp í huganum hvernig þeir líta út sem syngja. Já. Those are just regular white boys. Eru þetta? Já. Já, ok. Ég held þetta væri bara, ég bara gaf mér það að þetta væri dökkir menn hann að syngja, svartir menn að syngja. En þetta eru bara gæðir eins og þú. Já, ég lendi oft í þessu þegar ég var líka að spila hérna Championship Manager á sínum tíma. Þann fótboltaleik. Þá þekkti maður ekki alla leikmenn. Þá er ég oft búin að sjá leikmenn fyrir mér allt öðru í þessu. Svo sástu að spila á vellinum og þá var þetta, ekki alveg svo að spuna ímynda þér. Já, ég man eftir þessu líka hérna með lagið Get a Superstar. Get a Superstar. Ég var búin að ákveða að vera þegar ég var 17 ára eða eitthvað. Ég var búin að ákveða að vera fallegast konu í heimi sem að syngja þetta lag. Já, maður með þannig rödd. Já, ég svo bara, shit. Nei, heyrðu, ok. Og var það svo ekki? Ég hef ekki séð hana, hver syngur þetta? Ég man ekki hvað hann heitir. Þetta var ekki alveg það kaffi sem ég átti vona á. Nei, skilji. Og, já, en ég var að spá í Hjörvar áður við fáum hér Auðun Guðrúnarsson og Þorbjörn Þórðarsson sem sló í gegn í gær, hann er að koma hérna. Já, hann ætla að koma hérna í létt spjallu okkur strákana. En ég ætla að henda okkur í sturlaða staðreyndir. Já, bombum okkur í það. Já, það er líka, voru enga sturlaða staðreyndir í gær því að, herru, spáði Steindi Junior og Bent ætla að taka þáttinn í gær, veðurteftir upp í Mosó. Hvað er, við býða bara með sturlaða staðreyndir því að hann er mættur hérna, hann Toppi. Herru, gott og tiltur, hann er mættur hér fréttamaðurinn Þorbjörn Þórðarsson sem að sló í gegn í gær í storminum. Já, þessu ofsaveðri, verður velkominn. Já, nóður í hækir. Já, og hann gerði þarna tímamóta frétt á
á Vesturlandsveginum þar sem hann stóð út í miðju rokinu og sagði okkur frá hvað var að gerast. Hvað séu Tobbi, hvernig voru viðbröðum við þessu? Viðbröðin voru meira en ég átti von á. Hefur búið að stríða þér á þessum? Já, það er bara gaman að því að ég búinn að sjá GIF-myndir og eitthvað sena úr Groundhog Day þar sem að veðurfréttamaðurinn Phil stendur í miðjum snjóbil að reyna að útskýra fyrir fréttamanninum að það sé lægð framöndan. Viðmálaðanum sig. Svo var eitthvað fleira, það var einhver tók Gangnam Style. En sko, segðu mér eitt, nú ert þú besti fréttamaður í Íslands í dag og þú veist að þú ert á milli tannan á fólki og veist að það er eitthvað frétta sem er verið að ræða þig. Skoðar það þá? Þú veist, finnst þér ekki, af því að þú veist að fólk er þá að skrifa sjá einu hvað hann er sjálfhverfur og leiðilegur. Þetta er nú mestu aumingi sem hefur verið í fréttum á Íslandi. Hefur þú pung í að skoða þetta sjálfur? Þú kemst ekki hjá því að sjá sumt að því vegna þess að það kemur á netinu eins og Facebook. Já, þú veist á Facebook þá kemur það... En hvernig kemur það við þig? Það var ekkert eitthvað svona þarna. Það var óþarfa skítkast. Hvernig er fyrir þig eins og nú ertu svona, þú veist, hvernig er að lesa svona leiðilegt sjálfan sig? Hvernig finnst þér það? Hvernig finnst þér það? Ég finnst það svona að venst. Ég er mjög rólegur yfir þessu. Ég veit nákvæmlega hvað ég get og ég veit hvaða hvatir búa baki þegar ég set upplýsingar fram í almenningsþágu. Þannig að ef eitthvað fólk vill vera sófaspekingar og gaggrina fréttamenn fyrir að taka ákvarðanir á þá og á þeirri stund með það eitt fyrir augum að miðla upplýsingum nákvæmlega stöðu máls þegar tökubílar og aðrir komast ekki að. Ég veit að ég Var þetta tekið upp á símaðinn? Þetta var tekið upp á iPhone. iPhone-in, já, ok. Fannst þér þú vera kannski óþarlega dramatískur eða? Já. Eftir áhyggja þá var þetta, en ég held að það skilir sér mjög vel í minnskeiðinu hvað mér var kalt. Já, það sést nú. En af hverju varstu með húf og vettlinga? Góð spurning. Ég var einfallega ekki með það í bílnum. Nei, ok, en manni finnst sko stundum, ekki það, ég veit þú fréttamaður og allt það, en það er stundum þegar ég horfði á þessa frétt, það sem ég hugsaði, þú varst þarna að öskra hvernig veðrið væri, mér leið svona eins og þú vildir að þú myndir bara hafast á loft. Þú myndir bara fjúka, en svo það er bara verið að bíða eftir því að þá myndir þú fá ennþá betri frétt. Fjölmiðla, sko, blaðfréttamenn verða að vera mjög meðvitaðir það að þeir séu ekki fréttin. Og aðstæður skilir sér. En ég gat ekki miðlað upplýsingum tilfinningar þeirra sem voru í nálægum bílum, einfallega vegna þess að þau voru í nálægum bílum og það var það kalt og það mikil snjóbylur að það var raun og veru bara hægt að vera í 20 sekundur úti í einu. Ég fór aftur inn í bílum minn og emjaði. Þannig að þetta snerist það að ég var búinn að vera í samskiptum við ritstjórn Vísis og var sjálfur ekki á vakt. Og það var vitað, það væru mörg hundruð ekki 1000 bílar læstir hann inni. That's dedication, hann var ekki eins og vakt. Nei. Þannig að ég í raun og veru sendi fyrst ljósmyndir og svo kom svo hugmynd að ég sendi myndskeið til þess að fanga þar aðstæður sem þarna birtust og það var það þessu grínatriði sem ég sjáði á netinu. Þú svona varst svona internet sensation á einum degi eða ekki gær. Já, óvænt. En þetta er bara, ég minna þetta veður sem var hérna í gær, þetta ekki bara sem við köllum fyrir norðan bara miðvikudagur, var þetta ekki? Nei, ég hef ekki upplifað svona veður í Reykjavík eins og var þarna á þessum reit. Nei, kannski ekki. Kannski, þetta er náttúrulega hálfgerð sveit, Grafarholtið. Já. Þannig að það er kannski, ég verð að segja, ég var nú spurður að því hvort mér hefði eitthvað sem verið kallt. Ég held að mér hafi verið örugglega aðeins kaldara 1995 þegar ég var að labba af fótboltaæfingu í Finnstólki Þróttar í 10 stiga gatti en mér var mjög kallt. Já. En hver tók þetta upp? Kærasta mín tók þetta upp á iPhone. Hvað sagði kærastaðinn þegar þú fyrst þessu hugmynd? Og sagði hún bara, veitu, Tobbi, þú ert ekki einu sinni í vinnunni, ekki drepa mig. Hún þekki mig það vel að hún spurði enga spurningar. Það er bara hent á rekk. Hvað heldur að einhverjum fyrirvændi kærasta myndi segja við þessu, veitu? Þetta myndi aldrei dett inn. Ég væri fastur inn í bíl bara, já. Ég myndi ekki vera að eyða batteríinu mínu þetta, ég var á Twitter eða eitthvað svona, menn ég verið fastur. Já, og það sem eitt gamall yfirmaður minn með þóttum væntum það sagði, Björgvin Guðmundsson, reistur Viðskiptablaðsins, það sagði flestir hefur kannski bara setið og hlýjað sér yfir. Já, blöðpúpaði ekki hikaði það, setið bara í hlýðinu, sko. Minn gamli yfirmaður skildi taka þetta varna fyrir. En þú hefur húmor fyrir öllu þessu gríni sem hefur komið. Þetta er allt saman dásamlegt og ég er búinn að hlæja mikið að þessu og ég bara... Og þetta hefur raised your profile? Ég veit það ekki, það eru þín orð.
Já, allt svona hjálpaði maður. Ekki? Ég veit ekki. Eina sem skipti máli þarna var að reyna að segja fréttina. Það voru 1000 bílar hérna. Við vorum hérna först í 5 klukkutíma á þessum reit. Ég óskaði engum að gera slíkt. Björgunarsveitirnar björguðu deginum. Þar var fólk í sjálfboðavinnu án þóknunar að miðla málum, ryðja föstum bílum úr vegi, danga bíl frá bíls og segja ökumann hvernig það ekki vera að tala hjálparsveitna. Þú varst maður gærdagsins. Jú. Þú miðlaði til okkar í aðstæðan. En fæ ég vel óskalag? The man of the hour. Ef það Take Care með Drake og Rihanna. Nei, það ekki það. Hvað er það? The Thrift Shop. Það Face með Kings of Leon eða Not Afraid með Eminem. Not Afraid með Eminem kemur strax eftir auðningar. Þá heyrðu það þú ferð út. Byrjum eins og það á Drake og Rihanna. Takk hjá fyrir þetta, Davi. Kannan sjá þið. Svo strax eftir þetta lag ætlum við að fara í sturlaðar staðreyndir og fleira. Nóum að vera hér hjá okkur. Já, góðan daginn, þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það styttist í að við fáum þau, Sunnefu og Veigar. En þau eru mitt með þáttinn 2+6 sem er á dagskrá á Pop TV í kvöld. Það er gaman að ræða við þau, en ég ætla að opna hér aðeins fyrir síman og sjá svona hvað, Íslendingum finnst að það sé svona þáttur að fara í loftið. FM, góðan daginn. Jóti? Já. Blessaður og sæll, það er Kitty Mag hérna. Nei, Kitty Mag, hæ. Hæ, hvað segir þá upp á sætti minn? Hann er góður, en Kitty? Ég er alveg óbúslega góð og ég ætlaði bara að fá að ringin og takka fyrir þetta framtak með að vera með loksins með þáttum kynlíf í sjónvarpinu. Já, þau eru mitt á leiðinni til okkur einna eftir, þau Sunnefa og Veigar. Það var æðislegt. Já. Það var æðislegt að loksins fá íslenski karlmenn smá kynbröðslum. Já, Þeir eru allra lélugust í rúminu og hann er kannski orðið svolítið vinsæll, veit ég, brandarinn minn á Facebook hvað er sameiginlegt með íslenskum karlmenni sem getur fullnægt konu og reysaðan. Já, það er ekki til. Það er ekki til. Nei, mitt, þú ert búin að segja með það. Það er í gegn á fésinu. Já, það er að slá ekki. Ég bjó hann til þennan brandar. Já, það fyrir ekkert fram hjá neinum að þú ert ekki hrifin af íslensku karlmönnum. Nei, þetta er eitthvað allra með stöðningi sem ég veit en ég ætlaði bara að segja frá því daginn. Ég sat eins og svo oft eða lág upp í sófa og var að hlusta á þig og prófa mér núna í síðustu viku. Hvað sagðirðu? Ég sat upp í sófa og var að prófa mér. Hættu þessu. Verð ekki að segja hvað er ekki að lægi með þið? Ekki verið að ræða þetta hérna í útvarpinu. Bitu. Er það volið tabú að konu prófi sér það? Nei, það er bara, þú ert ekki að vera að útskýra það fyrir hér fyrir mér og hlustendum. Ég ætla bara að segja frá því, það vita það allir að konum prófa sér, það er eitthvað vandamál. Það er alls ekkert vandamál, ég vil bara hvorki að heyra... Ég er að Willum Blöndal bara sé típiski bælni íslenski karlmaður. Nei. Þú vil bara vera að ryksu og blá. Alls ekki, ég vil ekki heldur að sé neitt karlmaður að syngja hérna inn og útskýra fyrir mér að hann hafi verið að leika sér eitthvað, sko. Þetta er ekkert bannur í dag, veit ég. Ég lá bara upp í sófa og var að prófa mér. Þetta er glæsilegt hjá þér. Ég bara þarf ekkert að... Ég ætlaði bara að segja frá þér, ég ætlaði að þakka fyrir frábæra þátt, en þú verðist vera bara sami aumingin og aðri íslenski karlmenn. Við erum ekki að geta stunda okkar kynlífið eða neitt svoleiðis. Það þarf ekki að vera að ræða það hér í beinni útsendingu. Nei, þú ert bara, veistu hvað, ég held að þú verður eitthvað aðeins flottar en þetta. Aðeins flottar en hvað? Hvað er þetta að regla, maður? Ég þarf þá ekki að segja þér þessu sögu. Nei, bara endilega. Ég var að hlusta á þig bara fyrir viku síðan upp í rúmi og... Nú, varstu í sófanum maðan? Ég man ekkert hvort ég var upp í sófa upp í rúmi en ég finnst það vola afslappandi en þetta vist eitthvað tabú og má ekki ræða þessum þættinu. Nei, það er bara helst ekkert að fólk sé að ræða sjálfsvörðan sína hérna í þessum þættinu. Nei, það er bara ég skal bara muna að ég á bara að vera reyks og elda. Nei, herðu, Kitty, hættu þessu bulli maður. Ég er bara búin að sjá gegnum það að eini alveg íslenski karlmaður hjá mínum að Willum Blöndal er einhver flottar en allir hinnir ógeðslu sveitamennir. Herðu, hættu þessu. Þetta er ástæðan fyrir því að ég kem ekki nála til vældir og umulegir. Það gildir alveg að saman íslenska karlmenn og íslenska konur í þessum þætti. Þetta var ekki það því að þú ert kona, þetta var bara... Jú, þetta var tabú í dag. Þetta var bara ómikið upplýsingum. Nei, ég get sagt þér það. Ég var eina fyrsta konan til að viðurkenna sjálfsfróðun og það var volið tabú þá. Já, þetta er bara... Og þetta er ótrúið að skulle endur vera tabú árið 2013. Kitty, þetta er fjölskyldu þáttur, við þurfum ekki að vera að ræða þetta hérna.
Nei, það er svona, þetta er dæmigert í íslenska kallmenn. Ég skal bara fara að elda. En takk fyrir að hlusta. Ég skal bara að elda. Má maður nokkuð hlusta? Er þetta ekki bara fyrir karla? Hættu þessu rugli. Ég fór ekki lengur að hlusta. Það gæti verið að það sé bannað. Þetta er vist allt svo mikið tabú. Fast, það er orðið tabú, eða? Nei, þetta verðist vera ótrúlega tabú hjá íslensku karlmenn og við konundum innan kynlíf. Þið haldið þetta snúist í einhverju hraðakeppni. Ég skal bara ræða þetta við Sunnu. Svo núna er ég með frá Ghana og það er aldrei með undir 2 tímum. Já, herðu, bara hættu. Það er aldrei undir 2 klukkutímum og þar er ég nummer 1, 2 og 3. Glæsilegt. En hjá ykkur, þá er þetta einhver hraðakeppni sem á klárast ára leikurinn byrja svo þið getur fengið ykkur bjór og snakk og eitthvað svona. Ég beði að hilsa til Ghana. Við bara höfum þetta að loka orðin hérna. Takk fyrir að ringja, Kitty. Já, það er byrst afsökun á þessu, en svona, þetta er bara inn hérna stundum, fáum eitthvað hressandi lag. Tónleikar Blood Group í boði Thule Léttöl, Iðnó 14. mars, Græni hatturinn 16. mars, sérstakir gestir eru Samaris, miðasala á miði.is. Í Smáralind færðu allt fyrir ferminguna. Gjafirnar, fötin, skartið, hanskana, kertin, servietturnar, sálmabókina og allt hitt. Sjáumst Smáralind. Lemon. Opnar klukkan 7 í fyrramálið. Lemon. Suðurlandsbraut 4. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Á það samilegt með mér nefn að he's not afraid. Nei. Bara hendi sér út, setur iPhone-in í gang og myndar það sem er að gerast þannig. Þetta var hansi hressandi innslæg og kallirum. Meir aftur. Já, virkilega gaman að horfa á þetta. Hann fekk mikið prump fyrir þetta. Já, var þetta ekki samt svona meiri bara ganni prump? Það var enginn að rakka niður. Hvernig er það þegar verið að prumpið þig? Já. Hvernig tekur því? Það er komin svona aðeins stikkari skrápur með tímunum, það voruð ekki næst. En það hefur samt aldrei neitt gaman að því að láta drull yfir sig. Nei, ég held að það hafa engin gaman að því. Ég man fyrst þegar ég heyrði við alveg kúka vel yfir mig. Ég var stættur á vegamótum. Og eitthvað að vera að ræða heimsmeistarikeppni í fótbolta fyrir aftan mig. Þá heyri ég að vera að ræða hérna og ég er bara einn á vegamótum, sko. Ég er að sitja og bíða til Hilmari, Björns. Og þá var eitthvað svona, þá heyri ég svona, ég þoli ekki hérna í miðjunni. Sem er náttúrulega ég, sko. Já, hann tekið svita allt og eitthvað svona, sko, og svo bara tekið við, sko, svona 5 minúta hægðir. Já, bara á þig. Já. Ég hugsaði með mér, ok, ég hef óbúinlega verið í svona spórum sem heitliðarnir í. Af því ég þurfti hvort að fara aðeins út á staðnum. Já. Best að labba ekki fram hjá það, þegar það verður svo óþægilegt fyrir það. Já, ekki sína með að vera þarna. Já, þá tók ég þarna, semst á vegamótum getur þú farið þarna litla stígan. Ég er samt tíma, ég myndi ekki hikað að sína að ég hef verið þarna. Það er sælar. Það er bara að taka brosið, þetta er líka sko. Já, þetta er hressandi. Já, en það er líka oft sem að fólk þarf að hugsa á, maður er sjálfur, þú veist, ég hef alveg staðið með því að vera gaspur eitthvað sem ég hef ekki hugmyndsvit bara veit ekkert manneskjuna, en það er eitthvað svo innihalslaust þegar maður er að segja þetta, en þetta er þetta hrikalega leðilt þegar einhver annar lesi þetta eða heyri þetta, fattur. Já, ef að, þú veist, segjum að Þorbjörn hefur verið að segja þetta og eitthvað sér af fréttinni. Já, þetta er mongólíti. Ílíkur papakassi. Nei, hann fekk sinn skerfa einhverju skít, en mér fannst þetta fyrst og næst skemmtilegt. Já, ég er nefnilega sammála því, ég hugsaði þetta alls ekki þannig. En það er komið að sturglum staðreyndum, Hjörvar Hafliðason. Já, ég heyrði þetta var einlægt jessjaður. Takk fyrir það. Og það voru... Sko, því sturlaðari, því betri. Já, það er þitt motto. Því sturlaðara, því betra. Hefur það alltaf ekstra sturlaðar þegar ég er hérna? Ég reyni það. Af því veit þú vilt hafa mjög sturlaðar. Það voru enga sturlaðar staðarindir í gær því að ég Bent og Steindi Junior eru fastur upp í Mosó. Talandi pappakassa. Þeir áttu að sjá þáttin í gær. Það er bara lígi, þeir eru ekkert fastur í Mosó. Nei, bara leti. Nei, reyndar, ég veit að hann var hlakkaði til að vera með þáttina Steinar. Þeir hefðu alltaf getað að redda sér, sko. Þetta er svona, þú veist, þetta er ekki 9 to 5 menn eins og við tver. Nei, en Svepp og Pétur, þeir stóðu sér vel einn á þrjóðan. Þakkaði þeim fyrir það. En þá var reyndar Sveppi með sturlaða staðinni sem hann bara bjóð til. Á hverju fegst ekki mig og Egil frekar til að vera með þáttina á miðvikudaginn? Þú veist að við erum svona gæði sem klikkam aldrei. Nei, reyndar, góða punktur, ég teka næst. Ég skeita á mig, en það er komið á sturlaðum staðindum og hér kemur fyrsta kæru hlustendur. Nokkrar tegundir af fuglum halda jarðafarir þegar að fugli kringu þá deyr. Þetta finnst mér bara æðislegt. Þú heldur þetta sé svona eins og hjá okkur fólkinu.
einhver þröstur sem syngur alveg rosalega vel og fengið til að syngja í jarðaförðinni Það er hægt að leika sig með þetta. Já, einhver svona, getur þetta ábyrgur eldri fugl sem brest. Þröstur. Já, við söknum hans allir. Ok, áfram með þetta. Mér finnst þessi mjög skemmtilega. Já, þetta var skemmtilega, en það er ekki þetta að ræða þannig. Nei. Coca-Cola væri grænt ef ekki væri fyrir litarefnin í dregnum. Sturlustæðnind. Og ég held að Coca-Cola er orðið það stórt brand, þeim ætti alveg leika sér að vera með eitt grænan. Já. Ég er svona ekta vitleysingur sem myndi kaupa það. Svo sem get sagt fleiri Coca-Cola-sugur held ég 99% ég að búa. Já, þú ert Coca-Cola Ég var það, ég hef ekki drukkið núna í dálítið langa tíma, sko. Já, varst að taka 2-3 rauða súpidósir á dag, ekki? Já, oft meiri en það, og líka oft bara var með 2 litra brúsan með sér á kvöldin og svo svona bara lét maður matla í glasið bara. Fó bara pínu eftir hvernig lág á þér? Já, ég meina, 16 tómum pizza og hún datt í hús, þá var það bara, fóru þessi 2 litrar hratt og ég þurfti að kaupa auka 2, sko. Já, ok. Og hvert sem ég fór, tók ég alltaf með 2 litra af því að mér fannst fólk oft vera að vannmeta kókinkaupin. Já, ég man að, mér fannst það svo mjög fyndið þegar við vorum að fara saman til Akureyrar, mannstu með pubquiz. Ég kom heim til að semja pubquiz-spurningar, þú varst búin að segja, menn þetta er alltaf kók heima þér. Svo fór ég í skapinn, en það er nú ekkert kók hérna, lít út á svalir. Þá varstu með helling bara á svölunum. Já, það á veturna á geimund og svona, þetta er allt taktík. Já, þá er það þriðja. Marglyttur og humrar eru ódauðlegar verur, það deyja ekki nema þessu í drepinu. Já, ok. Marglytta og humar, bara lifa forever. Skemmtilegt, þetta er sturlað. Já, mér finnst það eitthvað svo... Nei, já, ég er bara að melda þetta. Það deyja yfir 400 manns ári í Bandaríkjunum með því að detta á rúminu sínu. Sturlu staðrind. Þetta vissi ég bara ekki, ég hef aldrei haldið að svona margir myndi deyja. Nei, þetta er rosalega há tala ári. Já, ég sko, ef það er eitthvað sem ég hræddur, það er þegar það er lítið, sem sagt, ef þú ert með lítið barn. Já, það dettur rúminu, já. Ég eiginlega sko, ég man eftir fyrst þegar ég var með, sem sagt með hann lítinn sko. Já, gott að henn. Á svaf ég oft fram í sófa og hann kom upp í rúmi, af því ég var svo hræddur að leggjast hún á. Já, ok. Þú veist, af því að maður er svona ferðamaður í svefni sko. Já, ég er svona rugglaður í svefni sko. Já, þú veist, eða eitthvað óvart, eitthvað olbúaskot, eitthvað svona, ég paningaði bara. Það er ekki það fyrir verra að vakna bara meðan undir bumbunni maður. Nei, þú veist, við ská við. Já, ég veit það. Þetta er, en svona, það er yfir 400 manns ári og þetta er líka rosalega svona, einhvern veginn, ekki það er ekki tilneitt góður dauðdægin ef það bara heyri í mömmu einhvers bara, hvað kom fyrir auðin? Hann datt úr rúminu? Já, okay. Bara datt illa á hausinn og skeim over. Herru, það er næsta, þegar að pandabjörn er búin að eignast afkvæmi, rekur hún karlpöndunum burtu og vill ala pöndun upp einn. Já, þetta er nú líka, þetta er nú líka, nei, ok, já. Það er svo sem ekki þetta ræða, en hún vil bara, Mamma Panda vil bara vera einn með afkvæmi sitt. Ekki að vera með eitthvað aumingi þarna á heimil. Sem er bara einhverju spilakossum. Einhver algjör aumingja galgins panda bara, drulla þú þig bara í burtu, ég ætla að ala upp þetta hérna afkvæmi einn. Þú færðan kannski einhverja helgar, en drullaðir hérna út. Þú ert búin að gera þitt. Herru, svo er það næsta, það fara, býttunum við. Já, þetta var sem er mjög steikt. Það fara 8.000 karlmenn á ári í Bandaríkjunum í brjóstastækkun. Í brjóstastækkun? Já, og það er algengast og svo er rass og kálvar líka. Menn er að fara í lítið að taka í gegn kálvana, rassin og brjóstin á sér. Karlmenn. Já, það finnst mér alveg. Menn er að tapa sér að núti núna, sko. Já. Er ekki bara að fara í ræktina og reyna þá að stekka það kassan eða eitthvað? Já, er ekki að reyna að fylla eitthvað í þetta eða eitthvað svona, sko. Þetta er, þú veist, ef maður fer og stækkar eitthvað. Það er bara eitthvað rámt við þetta. Já. Mér finnst það. Hvað myndir stækka á þeirra? Myndir ekki, þú veist. Hvað myndir ég stækka mér? Það er þá bara eitthvað sem ég myndir reyna að gera í ræktinni. Stækka mér mjög. En eitthvað sem þú getur ekki stækkað í ræktinni. Ég veit hvert þú ert að reyna að fara, en ég ætla bara ekki að hleypa þér okkar. Það er næsta hérna. Fyndið. Já, mjög fyndið. Alltaf gott að tala tippi og svona. Herru, og talandi tippi, Japanir eiga orgju heimsmeti. Við settum það daginn og það voru yfir 500 mann sem tóku þátt. Ok, ég ætla þá ekki að segja frá því, en þetta kemur ekkert óvart. Ekki? Nei, ég vissi þetta. Já, ok. Varstu þarna? Nei, ég var ekki þarna, en ég hefði svona 99,9% giska á Japan. Já, en hvað, veist, er svona vitleysa auglýst eða hvað? Sko, Japan er rosa, sko, því meiri ægi sem er í, sko, þjóðfélagi, því meiri verður það, sko, ekstrímin í hináttina, sko. Já. Hefur séð svona klippur frá japansku sjónvarpsefni. 500 manns? Já, það er alveg funky. Já, 500 manns í einhver svona, þú veist.
Myndi man ekki bara eitthvað svona, hvað er ég að gera hérna? 500 manns, þetta er bara eins og heilum fótboltaleik. Já, bara fótboltaleik í fyrstudeildinni það heima. Og þú veist, hver setur þetta í gang og allt svona? Já, takk fyrir að mæta þetta. Og hérna, Öddi og þau ætla að byrja þetta út í hotni. Og svo bara leikið ykkur. Já, þetta er steikt, mann. Svo er það hérna, það eru 2 eftir. Heimskir eru hamingjusamar en gáðar. Sturla staðarind. Já, hver alltaf samt að mæla hver er heimskur og hver ekki? Já, maður hefur heyrt einhvers þar, ignorance is bliss. En sá sem að veit að hann er heimskur, er hann nokkuð heimskur? Nei, eins og ég veit ég er vitlaus. Þú ert ekkert vitlaus? Nei. Þú hefur bara, þú veist, grind getur verið sko svo mismunandi. Já, ég hef áhuga á öðru. Þú veist, ég vissum að hérna David Beckham er ekki góður í að reikna einhverjar formúlur eða eitthvað svoleiðis. Nei, hann góður að markasetja sig. Hann getur sparkað í boltan og sagt nákvæmlega hver hann er að lenda eða slíkt sem að, þú veist, sem er... Það er náttúrulega bara hæfileiki. Nei, þetta er grind. Þetta er grind, til dæmis að geta bara svona hversu fast ég sparkaði boltan og völlurinn er blautur og hvað er stopp, þú veist, þetta er ákveðin svona bara starffræði og hérna, svo ertu með félagsgrind. Þú ert sterkur á því sviði. Já. Þú ert eins og mjög veikur á mörgum öðrum sviðum. Já. Þú þurfum ekki að fara út í það hér. En þú ert... Nei, já. Þú ætlar að fara í öll þessi veiku. Það er síðasta sturlaða staðarinn dagsins og þetta hérna. A feral child er manneskja sem hefur verið alin upp af dýrum og vitað með meira en 100 manns. Og þarna, ég fór að lesa meira þetta, þarna hafa meðal annars verið ljón, fílar og önnur dýr. Já, Spáður í það maður. Það væri rosalega. Hvaða bíómynd hefur maður aftur séð hérna? Ég væri til að hafa verið alin upp af ljónum. Spáðu hversu harður maður væri maður. Hvað er pappin? Hvað er pappin minn? Hann er þarna. Bara eitt snarruglaður. En byrju, hvaða mynd var aftur sem að hérna, sem að var einhver Raised by Animals? Já, var Gorillas in the Mist og eitthvað svona. Sigourney Weaver var með górillu þá. Ég var til í að vera alin upp af öpum. Já. Af því að þeir eru þvílíkir húmoristar. Hefur einhvern tíðan séð apa? Já, þetta er séð apa. Já, ég menna, það er ekkit sjálfsagt af því að það er ekki eins og þú hafur einhver ástæð til að fara í dýragarð lengur. Já, alltaf það er ekki eins og þú getur farið eru ég og Hugi alltaf að fara hérna saman í dýragarðin? Ég myndi ekki heka það. 33 ára, með öðrum 33 ára konar félagin og ekkert bann með þér í dýragarð. Já, ég er bara an animal lover, eitthvað að því. An animal lover? Já. Þetta kallast að vera retard. Það er alltaf lægjátt með 5-6 ára, sko. Nei, bara ég er gaman að dýrum. Hvað er að því? Þetta er ógeðslegt. Í alvörunni? Ertu ekki að djóka með þetta? Af því ég er gaman að fyrir dýragarð. Við fórum í dýragarð í Manchester daginn. Ég fór ekki með. Nei, en ég og Egil og fleiri. Það voru sturlaða staðarindir og ég er gaman að fyrir dýragarð. Tónleikar Blood Group í boði Thule Léttöl, Iðnó 14. mars, Græni hatturinn 16. mars. Sérstakir gestir eru Samaris. Miðasala á miði.is. Sunnudag á Stöð 2. Mr. Selfridge, vinsælasta sjónvarpsþáttaröð í Bretlandi þessar mundir. Jeremy Piven fer á kostum sem frumkvöðlinn Harry Gordon Selfridge, maðurinn sem breytti verslunarsögunni. You are in at the beginning of something amazing. Mr. Selfridge, fyrsti þáttur sunnudag klukkan 25. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. Tryggður áskrift í síma 512-5100 eða bara inn á stöð2.is. Bring the world to Selfridges. Risa DFD-markaður í Hagkaup Smáralind og Garðabæ. 100 titla í boði á frábæru verði. Lemon. Opnar klukkan 7 í fyrramálið. Lemon. Suðurlandsbraut 4. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu bara hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Það er 5. dagur, 7. mars og þeirra hlusta þáttinn FM 95 Blö og það er skrítið væp í þjóðfélaginu í dag. Það er búið að vera að skýta veður svona síðustu 2 daga, mikill stormur í gær og sumir eru bara ekki að pressir og þeir eru vanalega. En það vil svo skemmtilega til að ég er hérna með mann þjóðurinnar Hjörvar Hafliðarsson í stúdíónu. Hjörvar, verður velkominn. Takk fyrir það. Og já, það er nú eitt sem að þú hefur lært í gegnum tíðina og hefur stúdirað. Það er motivational speaking, eða ekki? Jó, semst ég er motivational speaker og kannski mörg að þekktustu svona motivational quotes á Íslandi eru komin frá mér. Já, og þetta gerur þið ekki, þetta er bara til að hjálpa öðrum? Ég gera það, já, því að sko, ef þú hjálpar ekki öðrum, hvernig ætlar þú að hjálpa sjálfum þér?
Vó, strax byrja. Þetta ekkert smá gott maður. Þetta er hellingur til í sig þar. Þú veist, hjálpin eitt, en vonin annað. Já, maður þarf að halda í vonina. Já, glæsilegt. Og ef þú vilt ná langt, þá verður að vilja aðri ná langt líka. Já, ég má ekki bara hugsa sjálfa mig. Nei. En hvað getur þú sagt til dæmis við fólkið sem að núti núna og það eitthvað pirrað og það eitthvað að stressa sig á snjónum og hálkunni og umferðinni? Já, sko, þá segi ég, vertu hungraður, vertu þú sjálfur. Já, ok. En það mikið að skólafólki að hlusta. Okay. Nú eru margir að læra að fyrir að styttast í próf. Hvað átt að anda fólki sem er á leiðin í próf? Hvernig getur þú mótivitað það? Mikilvægasta bragðefnið í sigri eru vonbrigðin. Því sá sem hefur ekki upplifað vonbrigðin mun aldrei upplifa sigurinn. Já. Ok, en eins og fyrir mig, nú er ég hrikalega tapsár eftir United-leikin. Já. Ég held það mikið með United að þetta er búið að leggjast bara pínu á sáluna og ég er bara ekki að ná að hrista þetta af mér. Hvað áttu að handa mér? Ég á að handa þér til dæmis hamingjan er eins og appelsína. Stundur svo súr, en stundur svo sæt. Hvað kjafta er þetta hér? Hamingjan er eins og appelsína. Stundum er súr. Og þetta hugga mig eða? Nei, en þú veist, lífið er bara þannig, þú veist. Ok, bíddu. Ég er vonast að þú myndir kannski koma með eitthvað punkt sem að ég fengi mig betra skap. Hei. Lífið er eins og veðrið. Stundum er rigning, stundum er rok, en það gleymist allt þegar sól ber á himni. Það kjaftaði þetta hér, þetta er ekki að hjálpa mér neitt. Þetta er motivational quote, sko. Ok. Og þú veist, ég er að fara að gera núna þessar setningar við einhverja myndir og láta posta þessu á Facebook. Já, þú ert að nota þetta á Facebook, þessi quotein? Já. Leitin er upphafið. En leitin sjálf er sigurinn. Já, þetta er Hvernig finnst þetta? Alveg bara gæsahúð. Hvað er svona þitt frægasta hér? Svona áðurinni sleppi er því að þú ert nú búin að dæla hérna út fyrir okkur. Hvað er svona, þú veist, sem að gera þig betri en aðra í þessu? Kannski mín frægasta setning er kynlífið eins og hneta. Bragðgóð og frískandi. Er það þín besta? Já, svona kannski svona sem er kannski mest sérað á Facebook. Nei, hvað? Kynlífs er svona hneta? Þetta er ekkert smá lélegt maður. Lifðu lífinu lifandi, lifðu því núna. Er líka önnur sem ég á. Já, þetta er miklu flottara. Áttu þetta? Já, þetta. Ok. Ekki hugsa að heimurinn enda á morgun. Því það er hvort sem er komið á morgun í Ástralíu. Með þessum orðum allu? Já, þessum líka. Ég get að lofa að það er ekki annað sem áður. Ef þú vilt vera svo besti, reyndu það þá. Guð hjálpi mig, hvað þetta er lélegt maður. Þetta var Hjörvar Hafliðason, motivational speaker og vonandi er hann búinn að gera eitthvað fyrir ykkur. Þú getur náð langt því að þú ert flottur. Þetta er önnur lína. Takk fyrir það. Ég ætla að nýta mér hana með þessum orðum kveðjið við mann þjóðarinnar Hjörvar Hafliðason. Í þessu, pep-podni sem var eiginlega bara bull. Þetta er hjartaknúsarinn Bruno Mars, greinjandi yfir hvað hann hefði átt að gera með sinni fyrirrandi. Hann átti vist að kaupmandinu blóm og dansað við hann og eitthvað. Láttu mig ekki að þetta. Já, Bruno, við veitum nákvæmlega hvað það tala um. Er það ekki? Já, en við erum konið með góða gesti hér í stúdíóið við Hjörvar. Og þau heita Veigar og Sunneva og eru með þáttinn 2+6 á Pop TV. Minni svona uppáhald sjónvarpsstöð í kvöld. Verið velkominn. Takk fyrir það. Takk fyrir kærlega. Og þetta er svona þáttur sem á eftir að vekja umtal, ekki satt? Jú, fólk heldur það allavega. Já, og fjallar bara hvað, kynlífið það? Já, bara rauninni allt sem að við kemur kynlífi, allt frá að til við. Já, og hvað er þetta margir þættir? Þeir eru 8. 8 og búið að taka allt upp? Búin að taka þetta upp. Ég veit ekki hvort ef við heyrti henni Kitty hérna áðan, hún hringdi inn og var að tala um tabú í kynlífi. Já, hún vildi meina að Kitty er stúlkan sem ríkistundum með henni í þáttinn, henni finnst íslenski kallmenn vera aumingjar, mest aumingjar sem hún hefur kynst. En hún var að tala um sjálfsfróun kvenna, farið í þau máli eins og önnur? Já, algjörlega. Já. Við í rauninni
Já, við reynum að kryfja þetta eins vel og við getum, sko. En já, sjálfsfróðan kvenna, bara alveg eins og sjálfsfróðan kalla, sko. Já, enda... Og allt til BDSM og... Ég það bældur að ég byrja að hlæja, sko, leið og við förum að tala eitthvað svona hluti. Já, það eitthvað skrítið. Finnst þetta óþægilegt? Já, mér finnst það pínu óþægilegt. Ég vil frekar tala bara 4-4-2 eða bara... Góðan fótboltaleik bara. Viljið þið ekki bara taka? Ég spóði bara að fara. En hvað en þessi þættir, hvað þið langir? Þeir eru að rokka frá svona 20 til 30 mínútum, cirka 25 mínútur hver. Já, og þetta byggt upp eins og hver þáttu fjallar hann eitthvað eitt og sér, skilur við, eða þetta bara svona grautur? Ég held að sé bara, ekki hverjum þætti tökum við fyrir svona 2 málefni. Já. Já, það 1 til 2. Já, 1 til 2. Það einmitt sjálfsfróun eða endaþarsmög eða BDSM eða eitthvað. Hér var hættu Nei, já, ég skilji. En ég las einhvers staðar þegar fengi að horfa á fólk stunda BDSM. Mikið? Já, það var... Er þetta bara eitthvað sem auglýsir eftir í smáauglýsingum í Fréttablaðinu? Hvernig þetta maður í svona veislu? Við vorum svo heppin sem sagt að kynnast þeim hjá BDSM félaginu á Íslandi. Já. Og þau hleypt okkur á fund og fyrirlestur og svona tilsynum. Við fórum meðal annars í svipugerð með þeim og fengum að sjá... Kynnast þeim bara gegnum þáttinn þá? Já, í rauninni. Fengum að sjá svona hvar þau halda til dæmis sín BDSM party og svona. Það reyndar ekki sýnt í þettinum en og svo fengum við þarna með okkur helsta BDSM sérfræðing Íslands til þess að leiðbeina okkur, sína okkur ýmis konar bondage og fleira og þar fengum við að sjá bara BDSM hýðingu. Leikfélagi hann mætti líka með og þau tóku bara svona eitthvað smá preview. Já, bara sína ykkur svona hvað gengur á. Já. Ég skilði. Það er eitthvað svakalegt og það er sýnt í þetta. Já, en koma þau undir... Já, en eins og hjá þeim, er það feimnismál? Eru þeir með grímu í þessu eða bara sitjaðu þarna bara eins og... Þau koma hvoru undir nafni. En við erum samt með 2 BDSM-iðkendur, fengum að taka viðtal við fólk sem að stunda BDSM, þar sem að þau í rauninni segja okkur frá því bara af hverju akkur þau stundir þetta og hvað það er sem að fíla við þetta og ég held að það sé mjög áhugavert fyrir fólk að sjá, sko. Björn, þú hættir í þessu félagi eftir formannskjöru þarna á sínum tíma, þegar þetta er allt sögðu upp úr. Ég ætlaði að vera formaður, en nei, ég hef ekki eftir. Já, en það er náttúrulega misjæmt hvað fólk vill. Mér finnst þetta spennandi, en af hverju voru þið fengin til að stjórna þættinum? Eru þið einhverjir... Eða eigið þið hugmyndina þessu sjálf, eða hvernig? Já, það er bara aldrei málið, hugmyndin er svona okkar á handritið. Eru þið kærustupar? Nei. Ok. Við erum bara vinnir. Bara mjög góða vinnir. Já. Ok, þannig að var þetta óeðlileg spurning að spyrja hvort þú verið kærustupar? Nei, alls ekki. Nei, mér fannst bara eitthvað fyndin tilhugsun að vera kærustupara með kynlíf. Að fjalla kynlíf eitthvað. Þetta er kannski bara fyndið sama hvort, sko, ég veit ekki. Það er líka verið glótt sem að fólk kynnist bara þannig. En þú veist, þegar þú ert búin að vera að vinna við svona þætti og svona, þið þá ekki búið að normalæsa þetta? Þetta ekki orðið þá eitthvað svona... Ég veit ekki hvað við. Þetta er svona bara normalæsa kynlíf fyrir okkur. Að það sé bara dautt alveg. Já, það er bara svona minna spennandi eða eitthvað. Jú, við erum hægt að stunda sjálfsfróðan, sko. Þetta er hundlegilegt. Þetta er að hafa stúdur þetta í þáttunum. Já, þetta er. Alls ekki, sko. Þetta er einhvern veginn, þetta verður ekkert eitthvað leitt, sko. Nei. En er að tala við, er gestur í hverjum þætti? Er þið í stúdíó eða hvernig? Fullt af gestum, sko. Við byrjum í stúdíó með kynfræðingnum, Siggu Dögg, sem leiðbeinar okkur áfram. Já, hún er reyndar, svo sem skrifaði í Fréttablaðið, ekki? Jú, en við eitthvað með písla þess. Hún er reyndar mjög klár. Já. Reyndar mjög klár, við þá ekki mjög klár. Það er svona skemmtileg kontrast við þáttina, þau séum einnanna sem... Einhvern sem veit eitthvað. Það er svo sniðut. Já, og við tölum við fleiri sérfræðingar, sko, en eins og varst að spyrja með sko stúdíó eða ekki, við fáum umræðahópa til okkar sem eru ungt fólk á okkar aldri til að tala svona sína eigin. Á hvað aldri eru þið, ef ég má spyrja? Við erum 21. Já, bæði 21. Yes. Ok. Já, og svo förum við og tölum við sérfræðinga út frá því og svörum spurningum og iðkendur og pröfum. Já. Og pröfum? Og eru þið að pröfa hlutina líka eða? Já. Nú, ok. Upp á þessu marki að sjálfsögðu. Já, prófuðu þið að hýða hvort annað? Já, pröfuðu ekki eitthvað smá. Það er samt hálf skrítið þegar það var ekki inn í svona. Nei, það er bara róðægilegt. En ég myndi að bara, ef þetta kveikir ekki þér, þá er bara basically að vera að berja þér með svipið þannig, ekki? Og hvernig selduðu foreldrum ykkar að þið var að fara að búa? Því ég fær alltaf að pæli þessum vinkli. Ef að barnið mitt myndi bara segja mér að vera að fara að búa til þáttum kynlíf. Ég veit ekki alveg hvað ég myndi... Nei. Ég held að pabbi hafi verið fyrsta manneska að segja kom með þessa hugmynd upp við.
Og hann sagði bara, já, go for it og gera þetta smekklegan og sniðan hátt, sko. Já, ég ætla að... Er eitthvað erlend fyrirmynd að þessu, eða? Ég sá einhverja norska þætti hérna fyrir nokkrum ára síðan, þar sem að vera að fjalla þessu mál. Já, það í raunin allt annað konsept, sko. Þetta hérna erum við aldrei að skyggnast inn í svona heim unga fólksins, hvað það að hugsa og fræða og svona aukatrið að við setjum okkur inn í einhverju vissar aðstæður og pröfum. Þannig að norsku þættir eru algjörlega bara að prófa. Þetta er rosa mikið af umræðum hvað þessi ungu krakkar að gera og hvað þeir fíla og síðan vakna upp spurningar í þeim umræðum og við förum þá að leitum svara við þeim. Þannig að þetta svona miðað að ungu fólki. Þetta eru auðvitað sýndir á Pop TV sem er vinsæl meðal ungra hérna áraða. Þannig að þetta svona miðað aldrei kannski hvað, við tala 16 til 25 ára eða 16 til 30. En þú veist, ég alveg full viss það að vera áhugavert fyrir alla aldurshópa samt að fylgjast með þessu, sko. Ég meina bara eins og fyrir, sko, til dæmis fólk aldrei við foreldrar okkar, ég held að það sé mjög áhugavert að sjá skyggnast inn í hugan. Eða kannski foreldrar sem eiga börn og annað, ólinga. Nákvæmlega. En þetta er frumsýnt í kvöld á Botvi, klukkan 5 mínútur yfir 10. Hvað er í kvöld? Þið eru á gamla 70 mínútan tímanum, þið þurfa að fara vel með hann tíma. Hvað er í kvöld? Það er í þættinum. Já. Það er ekki bara komið í ljós. Ok. Já. Ok, en það er ekkert eitthvað svona þema fyrir kvöldum? Jú, kannski alltaf læg bara að segja. Það er bara kynfærin, bara tippi og píka. Það er ekkert flóknari það. Það er ekkert flóknari. Og á Pop TV klukkan 5 mínútur yfir 10 og það er líka partí á Austur, eða ekki? Frumsýningarpartí og stemming. Já. En nú er eins og Ötti verið 33 ára núna í júlí. Er þetta ekki alveg eins fyrir hann eins og fyrir 25 ára fólk, eins og fyrir okkur sem er yngri? Algjörlega. Ykkur sem er yngri, þú er 33 ára árin líka hefur, hættu þessu. En Pop TV í kvöld, ég ætla að horfa, ég er spenntur fyrir þessu og mér finnst líka gaman að sé fengnir svona, krakkar á þessum aldrei að stjórna þessu en ekki eitthvað fólk 50. Já, ekki spurning, ég hlakka mikið til að sjá þetta og bara óska ykkur góð skengis og þú varst að segja Sunna að þú ert tilbúin að hjálpa okkur þetta með þáttin F95 blöð. Já, ég kem og stýra honum ekkert með ykkur. Það er bara strax í næstu viku, því að það vantar ofta vantar bara fleiri kvenmenn hér í þennan þátt, gangi ykkur hrikalega vel með þetta. Takk fyrir það. Hlakka til að horfa og hvet alla til að horfa á Pop TV kvöld klukkan 5 mínútur yfir 10. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Setur upptöku í gang og postar þínu Harlem Shake myndbandi á Facebook síðu FM 957. FM 957 og Stimról veluna besta myndbandi. Það er aðeins ein regla. Stimról þarf að koma með einhverjum hætti fram í myndbandinu. Leikstjóri flottasta myndbandsins fær að launum glæsilega Samsung NX100 myndavél frá Ormsson Lámúla 8. Og allir sem koma að myndbandsgerðinni fá byrðir af Stimról tyggjó fyrir utan þá frábæru skemmtun sem þetta verður og Prins Pólo í kaupæti. Fáðu þér Stimról tyggjó og komdu í Harlem Shake. Fylgstu með á Facebook og FM 957. Er ekki komin tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimról tyggjó. Núna í bókum. Samsung NX100 með skiptanlegri linsu. Ein af frábærum Samsung myndavélum. Samsung setri, síðumóla 9. Langar þig í háhraða internettengingu yfir ljósleiðara? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðara á frábæru verði. Er það ekki bara flott? Tal. Svona á samband að vera. Það er dálítið sumar í næsta sólskili. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Komdu og startu með þínu liði í símabikarnum helgina. Njóttu handboltaveislunar með símanum. Lemon. Opnar klukkan 7 í fyrramálið. Lemon. Suðurlandsbraut 4. Túborg kynir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1.
Það er rétt til að hlusta hér á FM 95 Blöð við þökkum þeim Sunnefu og Veigari kærlega fyrir komuna og hvetjum alla til að kíkja á þáttinn í kvöld 2+6 á Pop TV. Byrja klukkan 5:05 en það eru fleiri gestir eða annar gestur mættur hér í stúdíóið. Þetta er góðu vinur þáttarins og heitir Auðun Guðrúnarsson. Takk. Og hann ætlar að fá að hringja hér eitt símtal, hann er orðinn gríðarlega þreyttur á Veðurstofu Íslands. Vil meina að það sé einhver brandara stofa og ætlar að fá að hringja hérna úr stúdíónu í Veðurstofun. Það er allt tilbúið, ertu tilbúin Auðun? Já. Já, glæsilegt. Út hressa að vanda, skulum heyra Auðun hringja hér í Veðurstofu Íslands. Veðurstofun? Já, góðan daginn, Auðun Guðrúnarsson hér. Fyrsti Íslendingurinn til að kenna sig við móður sína. Jæja. Kannski þekktastu fyrir það. Hvað segir þið veðurtrúðar gott í dag? Ég þakka ykkur fyrir flotta spá, fyrir óveðrið. Það var ekki verið að láta maður vita frekar en fyrir daginn, en þið eru svona eins og hagfræðingarnir, þið vissuðu allt eftir á. Af óveðrinu? Já. Það var búið að spá því. Nei, ég get sagt þið það, ég skoða textaðarbið á hverjum degi. Já. Og það var ekki búið að vara veinaðan einu. Og mér finnst það helvíti hart að vera að borga alla þessa peninga í Veðurstofuna og svo er bara alveg skott að því veðurtrúarnir séu bara að leika ykkur á daginn. Já. Ég var nú bara að hringja því mér er svona gáfulegra að láta ykkur kannski giska á hvaða tölu var í lottóinu. Það er svona, þeir eru áleika nálægt í eins og öðrunu. Heldur við fáum 5 á laugardaginn? Það getur vel verið. Og hvaða bónustala? Nema að verið 6. Nú heldur að 6 verði. Og bónustala? Ég veit ekki. Nei, ég segi nú svona, en núna er ég opinberlega hættur að fylgjast með veðurfréttum frá Veðurstofu Íslands. Jæja. Og bíllinn minn var allur út í mold í dag. Ekki voru þið að láta vita því. Nei, ykkur þetta nú ekki hug. En þið vissuðu ábyggilega eftir á, það gefið þekki ykkur rétt. Já, við allavega fundum okkar bílar svona fyrir þetta. Já, þið voru ekki að vara við þessu. Mér finnst það alveg magna að vera svoleiðis að gríti ykkur penningunum, en það er ekki verið að vinna vinnuna sína fyrir en eftir á. Þið er eins og hagfræðingarnir í hruninu. Jæja. Nei, mér finnst þetta makalist en áfram heldur maður að borga en fær ekkert í staðinn. Það eru mörgur sem fyrir sem ringja og segja takk fyrir. Já, ég hef ekki ennþá hitt hann mann, en mér finnst alveg kostulegt hvað þið eru alltaf klárir eftir á. Það er ekki allir. Jú, en þið sérstaklega Veðurstofu Íslands. Þetta eru, eins og ég segi, þetta er mitt uppáhalds trúðasjó á Íslandi. Það eru trúðarnir á Veðurstofunni. Ég vil fara að láta selja þarna inn og fara að láta ykkur vera með gamanmál. Það er það gaman. Það gerum við á árshátíðum. Já, en þið komið með vantilega einhverja að finna spá í kvöld. Já, eitthvað smá rók og smá rigning og giskið eitthvað út í loftið og svo vissum við þetta alltaf á föstudaginn þegar ekki mér kannski ennverð veður. Þá verðum við alltaf hreinu. Það er komið nóg núna. Já, herðu, ég er líka komið nóg og nú fer ég bara á norsku stöðuna ir.no. Ekki meira veður.is getið settir. Nei. Vertu blessaður. Þetta var Auður Guðrúnarsson að láta Veðurstofu Íslands heyra það eins. Já, hann var ekki sáttur. Nei, takk fyrir komunuðin. Takk fyrir það. Það er eins og að komið hér að flottulakeppninni hér hjá okkur Hjörvari. Og eins og við komum inn á í byrjun þáttar þá ætlum við að vera með rándýrt þema í dag, ekki satt Hjörvar? Jú, við erum svona einn hljómsveit sem að kannski allir Íslendingar geta sameinast um. Já, þetta er svona hljómsveit sem allir Íslendingar elska. Og það er svo sem skítamóral. Já. Ég sko áður en að skítamóral kom á sviðin, þá hélt ég alltaf að Selfoss væri bara eitthvað handboltalið einhvers staðar út á landi. Já. Auðvitað þegar maður keyrði þarna suður, þá stoppaði maður bara alltaf í Hveragerði, fór í alla veisluna þar, Edin, Örkina, Blómabúðurnar, Ísbúðurnar, í partíð þar, en Selfoss var einhvern veginn ekki til fyrir manni. Þar til að hljómsveitin Skítamóral kemur á, sjónarsviðið og sko, náttúrulega við erum hann í menntaskóla frá 96 til 2000. Ja, þeir voru, ég man sko á Söðukröki, þetta var langheitasta ballhljómsveitin, þegar þeir komið þá var allt vitlaust. Ég meina, það var einhver alvöru árshátíð í gangi
Það var skíma á að spila. Það var bara mórallin eða ekki neitt. Já, nákvæmlega. Og þá þessum tíma var líka alltaf að tala, sko, tekið svona setna atkvæða orðum og setja greinir á það. Mórallin, strókar, ef við kíkjum mórallin, já, og kíkjum stælin, já. Eftir að mórallin byrjar. Já, eftir að mórallin byrjaði, sko. Ég veit það. Hver var þinn maður í mórallum? 1, 2 Einar Ágúst. Happy, ok. Já, ég var alltaf rosalega svona Einar Ágúst maður. Þekkirðu nöfninu öllum í bandinu? Já. Það er Happy, Einar Ágúst, Gunni Óla. Hanni Bakk. Hanni Bakk er toppnáðingi. Já, toppmaður og svo náttúrulega Addi Fannar. Já, þetta. En, hvort viltu vera undan eftir? Þetta er ekki flókið, við fáum að spila 1,5 mínútur upp á skímólægin okkur, svo ringið þið í 511-0957 og kjósið lag. Það eiga náttúrulega allir sitt upp á skítamúrslag og mitt lag er í raun og veru lagið ennþá. En ég pakkaði eins og saman í góðulagakefni með því. Ég nenni ekki að pakka þér aftur saman með því. Ég er að fara að pakka þér saman í dag. Það er ekki hægt að toppa mig. Ég veit alveg hvaða lag þú splæsir í. Ég ætla að vera með svona... Ég er ekki að típiskur og heldur ég er ekki að fara í farin, sko. Nei, þú ert að fara í, sko... Ég set bara mitt upp á skímóla. Hvað er þitt? Mitt er svona recent móralslag. Mórallin bjóti þetta lag árið 2007 og... Ekki Golden Oldie? Nei, þetta er ekki Golden Oldie, þetta er svona frekar nýtt. Og lagið fjallar hana því að það var hún sem tendraði ljósið og það er meistari Gunni Óla sem syngur þetta. Og lagið heitir Hún. Það fjallar ekki Gaggala Gú, ekki þannig hana? Nei, það fjallar konu. Ok, og þetta er lagið hans Sjöpa hér í flótulagakefninni. Það er skímóþema. Svona sem kom í seinni bylgjunni á morgunum. Já. Og hérna... Þetta er ekki að klassiker. Nei, en þetta er svona fyrir okkur hardcore móralsaðdóðunar. Já. Þá er þetta svona lag sem að, jú, þið voru ekki að hlusta á sem að hlusti bara á vinsælustu lögin, en við sem erum að hittast og hlusta á móralin, þetta var okkar lag. Já, það er lagið sem ég er að fara að setja og er þeirra besta lag. Við stóðum ekki með farinn, Drauti Blöndal, þá myndi ég gíska og koma með myndir. Það er bara hárrétt, þetta heitir flottulega-keppnin og við skoðum að gera það á. Maður setur flottasta lagið þér á. Þetta er ekki flottna reglur. Ég tók hérna náttúrulega svona fyrir hardcore móralsaðdóðunar að núti. Já, ég bara tók flottasta lagið. Það er ekki flókin. Þið ringið núna í 511-0957. Eina sem kemur ríkal óvart með þetta lag er að það er ekki með nema 2500 hérna á YouTube. Þú að horfa á það. Ég held að þetta væri með svona 100. Skrítið. Já, þetta er líka svo commercial. Allir svona hardcore móralsaðdóðunar. Þeir eru hlusta á svona... Skulum opna hérna FM, góðan daginn. Já, blessaður. Já, sæll og blessaður. Hvað segir þú gott? Ég er ferskur mér. Það er alltaf ferskir strákarnir. Maður er alltaf ferskur þegar United eftir þessu meistaradeildinni. Já, herðu, ekki orðum það með þér. Hvort lagið fannst þér flottara? Hjöppa. Þú ert greinlega hardcore móralsaðdóðandi. Jep, ég líka. Ég ætla svona við tækifæra því að hérna, hann er Bakk svo mikill toppmaður. Já. Næsti hitt hann og þegar peppan í eitthvað gott comeback. Finnst þér lagið Hún betri en myndir? Já. Ok, það er ekkert við því að gera. Takk fyrir. Ok, bye. 1-0 fyrir Hjöpa hér FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, herru, mér langar að velja lagið. Já, hvort lagið finnst þið betra? Það var Myndir af Kór. Sjálfsögðu maður er bara í gýrin. Áfæðlega. Já, er þetta ekki rest annars? Ég er eldsvæg. Hefur þú aldrei tendað ljós í lífi einhvers karlmanns? Alveg pottið ekki, sko. Hvað er það? Vantar smá sjálfstöðu þarna? En hafðu það gott í dag og takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta, ég ber virðingu fyrir þinni skoðun. Já, sjálfsögðu, það gerum við allir. Ber virðingu fyrir þessum kona. 1-1 FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þinn? Ég ætla að segja lagið hans Auða. Já, það er Myndir. Þú ert greinlega ekki svona hardcore skítamólasaðdóndi. Nei, bara Skagafirði. En þó að maður sé sko hardcore skítamólasaðdóndi, þá getur þú fílað Myndir. Skagafirði, er það ekki sama sveitin og Auðir úr? Jú, það er rétt. Hvað ertu á? Þetta heyri, þetta er góð stelpa. Ertu frá bóndabæni eða ertu frá bænum sjálfum? Bænum sjálfum. Hvað er í bænum byrðum? Brekkutúni. Brekkutúni, ég beði helsi Brekkutúni. Veistu hvað, það er til líka hverfi í Kópavoginu sem heitir Brekkutún. Já. Nefnum að það er reyndar ábúinlega húsin 30.000 dýrari. Jésús. Það eru maður fæk bara óþægendur hollana. Takk fyrir að ringja. Þú fær bara keio í andlita sem vel mín lög. FM 95 blöð, góðan daginn. Nó, það út þarna. FM 95 blöð, góðan daginn. Myndir að sjálfsögðum. Áttu ykkur að gamla myndir heimaður? Nú, það er bara FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað segir þú gott? Þetta er fyrst hérna, hann var nú bara að kjósa því hann held ekki með Manchester United. Já, nákvæmlega.
Púlar eins og ég. Þetta ekki einu sinni val, það myndir. Það myndir. Áttu einhverja gamla myndir? Ég á fullt af gömum góða myndir, sko. Hjartalækur og fleiri, sko. En geymir eitthvað gömul bréf? Ég átt að lítið af bréfum, sko. Ég er nú það ungur að hafa komið internet þegar ég var að alast upp, sko. Já. Hvað ertu gamall? Ég er 21. Já, varst ekki að skrifa ástarbréf eins og blöðmaðurinn? Nei, var ekki þeim. Þakkaði fyrir það. Þú hljómar eldri en 21 ás. Já. Mikið lumfyrir ykkur við. Já, ég er 22 ára, víst. Já, ég heyrði það. Laut að vera. Takk fyrir að ringja vinnur og takk fyrir atkvæðin. Það er 4-1. Það er svolítið leiðið að vanta hardcore Mórasadón. Hver fær þitt atkvæðin? Það eru auðvitað allaveg. Þetta var 5-1, þetta var KO eins og ég kallaði hér í flottulega keppninni. Róttök. Þessi hardcore hlustendur eru væntanlega á X-inu. Hardcore skítamórastáttandur. Það eru öruglega hlust á X-ið. Hvað heitir þú vinnur? Heimir. Heimir, takk hjálpa fyrir að ringja og takk fyrir að tryggja þetta. Þetta Heimir Karls, já? Þetta Heimir Votafón. Já, sætlunur. Léttur úr að kátur? Alltaf kátur. Við höfum að fara að grípa í spil. Já, klálega, ég er 8-8. Ég tekka það, Kalli. Ok, bye. Er þetta einhver kasínófélagin? Einhver kasínó? Nei, bara strákur sem ég þekki. 5-1. Í gegnum kasínó, eða? Nei, grípum stundum í póker með okkur í flúðarsilinu. Þetta var rústhjöppi. Förum hér í auglýsingar og meðan hjöppi þurrkar blóð. Það er gaman að snattast á grænum bíl sem eyðir litlu. Ergo býður 50% afslátt á lántökugjöldum bílalána og bílasamninga í mars fyrir nýja bíla og bíla með reynslu. Við aðstofum þig með ánægju. Ergo. 10 GB fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Búist við 3,4 milljörðum í Eurojackpot á föstudag. Gengur á með milljónum, jafnvel milljörðum áköflum. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Opið til 21 í kvöld. Sjáumst, Smáralind. Lemon. Opnar klukkan 7 í fyrramálið. Lemon. Suðurlandsbraut 4. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Rauti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hér rétt handa á hodnið. I know you want it, Í þvílíkum feeling, textin svona, ég veit ekki alveg með hann, en lagið er... Það veist ekki alveg með textan sig. Það er mest margt hallæðislegt þarna. Nú? Já. Þú bara skilur ekki svartamannin. Nei, það er vandamála með þig, þú skilur ekki svartamannin. Nei, skilur þú hann? Ég skil hann. Ok. Þú getur hlusta á hann, en ég heyri hann. Já, þetta er svona, I can hear Jimmy. Ja, það var í White Man Can't Jump hana. Nei, ég er bara náttúrulega umgengist mikið svartamannin. Þannig ég skil hann. Hvað er umgengist hann mikið? Bara í fótboltanum og bara víða. Já, ég líka, ég var alltaf í görfinu og hann. Já, en þú skilur hann greinilega ekki. Nei, greinilega ekki. Og byrðist afsökun á því, ef það er einhver, þann úti sem að, ég skil hann alveg. Nei, þú skilur hann ekki. Nei, ok. Ég skil hann. Við ætlum að fara hér í Enginn segir, við ætlum að taka hérna svona nokkur af þeim bestu sem að komi hér inn og núna ætlum við að taka bara hérna á Facebookið. Rosalega Rikki G. ljótur, Enginn segir. Já, til dæmis 1. Eða rosalega Rikki G. leiðinlur, Enginn segir. Já. Rosalega kann Rikki G. meðhöndla áfengi, Enginn segir. Alltaf döðu fyrir skaup. En svo er það líka, Rikki snillingur og hann er mættur í stúdíu og tekur við okkur hér og eftir. Við erum eftir að fara í lagi og leiðinni heim og eitthvað líka. En við skulum sjá hérna. Bíddu, Rikki varst í ljósum. Þú ert ekki smá rauður í framar. Þú ert eins og bólurinn. Ég var ekki að sjá þetta. Varst í ljósum? Ekki í ljósum. Ok, hvað, bara eitthvað feiminn? Eitthvað gott rakakrem. Herðu, við skulum fara hérna í rosalega Rikki hvítur í framar, Enginn segir. Hann var í lampanum. Já, maður sé það langa leið. Tjúvill þetta flótum maður. Maður finnur brunkulikt líka. Ég má alls ekki mista Neighbors í kvöld, Enginn segir. Og það eru hefðlega, það er náttúrulega mikið verið að ræða leikinn. Sleppti því. Kara Líf skrifar hér, ég elska að fá bólu. Enginn segir, ég held að segja. En félagi minn vil meina þessi jákvætt að stelpur sjá að fá bólu því að það þýðir að hormónuframleiðslan er þá á fullu. Já, ok. Þannig að sumir sem elskar það kannski. Já, það er bara vákvátt með mikið að djús í bólum.
Alex Þór, ég elska veðrið á Íslandi. Enginn segir... Talandi bólur, hefur aldrei left ykkur í kærustuðinni að kreista bólur að þér? Þeim finnst það... Já, það er bara eins og að gefa þeim demansring. Þeim finnst það bara æði að fá kreista góða bólu sem hún fáir eina á bakið eða eitthvað svona og hún fara að kreista hann í róleitum. Þetta er bara eins og að gefa henni 300 svona ring. Nei, þú þekkir ekki konur þetta. Nei, greinlega ekki, og ekki blökumann heldur. Hvað voðalega þekkir þú alla maður? Ég þekki þetta allt saman þetta mín. Já, þannig að þú ert ekki að grínast með það. Hvern maður verið að kreista þér bólur? Já, við fyrirvændi kærastu minn sem er reynda vargur í óthörð þannig að kannski ekkert vennilega, en hún hafði hrikalega gaman að þessu. Næja, ok. Það er hérna, Þorvaldur Einarsson er með Váka Læjan Sjöpa og gott í flottulega-keppninni. Enginn segir Lilja Gá. Þú varst fljótur að semja nafn og allan pakkan, sko. Váka fólk er alltaf jákvæmt að kommentakerfinu á Devaf, enginn segir. Svo er hérna Helgi Steinni með gott. Ég skal setja í miðjun aftur í. Enginn segir. Það er ekki vinsælt þetta. Svona, þetta er gott. Já, svo kemur hérna Birgir Örn Skúlason. Batteri í iPhone-um mínum duga svo lengi. Enginn segir. Ánæði með Jón Freyr hérna, Váka sturlaða staðrindir og leðilegu dagskrárliður. Enginn segir. Svo er hérna leikurinn, leiturinn. Já, svo er hérna Öddi Blöð með hrikalega flottags hárgreiðslu. Enginn segir. Takk fyrir það. Gylfi Guðmunds, fólk með nefnring er mjög aðlaðandi. Enginn segir. Þetta var mjög gott. Svo er það mikið hérna með dómarann, sko. Nýtt lag frá JT. Enginn segir. Mjög ánægð með Hafþór Karlsson hérna. Þetta Haffi Karls. Já, maður er alltaf til í nýtt lag með Justin. Svo er það dómarinn, Old Trafford. Já, Jóhann Guðmundsson er með gott hérna. Helvítis föstudagur, enginn segir. Og svo er Anton Gesson. Váka, ég get ekki beðið því að formúlan byrjar aftur. Enginn segir. Rólugur. Ragnar Njálsson, djöfull er Henry Birgir rólugur í að plugga bóladag. Enginn segir. Og strax þar undir er Henry Birgir, djöfull er bóladagur leðilegur. Enginn segir. Og, ég get ekki lesið þetta. Það kemur. Já, Váka pókafróðarinn var rólugur á Twitter eftir leikinn, enginn segir. Og þetta var enginn segir. Það sem enginn segir dagsins. Og já, ég verði að henda hérna líka Alexander Einars, hann setur Váka, ég vona að Öddi mæti á næsta stólleik Old Trafford, hann bóða svo mikla lukku, enginn segir. Já. Ég er samt ekki oppa, ég er með fínt rekord, það er bara þegar ég er með huga með mér, það verðast þér alltaf að tapa hann, ég er bara hugið, fara ekkert að fara á fleiri leiki. Já, en má ég fá lag? Já, en við ætlum að fyrst að fá lagi á leiðinu heim, svo endur á laginu þínu. Til í það? Hvernig fæði Flow Rider? Strax eftir lagi á leiðinu heim. Ok, ég var að stofna klúb, Flow Rider klúbin á Íslandi. Já, ekki bjóða mér. Við ætlum að fá hér lagi á leiðinu heim, það er eitt gamalt og gott með Aaron Lewis og heitir Outside. Hvað er þetta, 2001? Já, þetta er gott sko, þetta er gott kaffi. Þetta er Outside hér með Aaron Lewis til lagi á leiðinu heim. Maður rétt á að Fred Durst þarna með honum að syngja þetta. Klukkan er að verða 6 og FM 95 Blöð er að kveðja þennan 5. daginn. Ég þakka þér kærlega fyrir daginn, Hjörvar. Búður að sannur heiður að vera þetta með þér eins og alltaf. Já, takk fyrir svona leiðis. Ég ætla með þess að enda þetta á læginu með Flow Rider. Með Flow Rider? Já, við verðum mættir hér á morgun við Egill. Endilega tekja á því. 2 harðir frá 4 til 6 en Rikki G mættur hérna ætlar að vera með eitthvað til 8. Hei, hvernig ætla að hætta þessu 2 harðir, Jóki? Þeir eru alltaf 2 gjössanlega gröytlinir, sko. Þetta er eitthvað sem að fólk bara kallar okkur, ég veit ekki. Þú veist, ég kalla okkur þetta ekki. Hverjir væri, þú veist, þetta væri svona svipað eins og kalla hverja 2 harða. Ég veit ekki. Hverjir eru 2 línustu gæði heim? 2 sem eru bara geðið harðir rögla. Hverjir eru ógeðslega línir? En svo ætla ég líka að minna á góðgerðardag MK og hann er núna á laugardaginn kemur og það verður sem sagt góðgerðardagurinn til styrktar einelti samtökunum liðsmenn Jericho og einstökum börnum og mun allir ákveða að deginum renna jafnt til þeirra og þarna verða tónlistafólk eins og Þórun Antonía, Reymur og Landu og Sonum, Heiða á Rædólinu og fleira skemmtilegt. Það er ís frá Kjörís, bakaríið opið og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að endilega tekja á þessu og þetta verður haldið 9. mars núna á laugardaginn sem sagt. En að breyta þessu úr 2 harðir í 2 ljótir. Tekka á MK þar. Ákveður að breyta þessu úr 2 harðir yfir í 2 ljótir þegar við erum korki ljótir en erum harðir. Mér finnst það. Nei. Jó, mér finnst það. Finnst þér ég ljótur? Já. Það er nú ekki fallega sagt svona í lok dags. Ég er að stríða, ég á með ligaramerki. Það er eins gott fyrir þið. Takk fyrir dag. Takk ég vel á móti Rikka. Takk fyrir hlustin í dag. Heyrjumst á morgun.
tilefni á opnun Wilsons pizza í Grafarvogi munum við vera með geðveik opnunartilboð. 16 tómmu pizza með 2 álagstegundum á 1000 kall. Eða þú velur pizza á matseðli með 40% afslætti. Nú eru Wilsons staðir orðnir 5. Pantaðu hana í síma 581 1515. Dominos kynir Identity Thief. Frá þeim sömu og farðu på Ted kemur einn fyndnasta mynd ársins sem fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. That's great news. Jason Bateman og Melissa McCarthy úr Bridesmaids fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. I got no money, I got no time, I've got no pants. Identity Thief. Komin í bíó. Þessi ánægja var í boði blöss.is. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. 957 FM